Já, komiði sæl. Þá komið að seinasta fyrirlestrinum og þar sem ég ætla að fara út í framkvæmdina sjálfa og síðan skráningu. Ég ætla sem sagt að fjalla skipulag, vinnutilhögun, ábyrgðargjöf og skráningu. Kíkjum á þetta. Einu sinni var. Það var einu sinni kappsmál að gróðsetja í beinum línum og hornréttareiti en þetta stingur svolítið í stúf og við viljum reyna að hafa þetta aðeins aðlagað í landslaginu. Algengt að planta að við plöntum með 2 metra fjarlægð og þá það 1 tré á hverja 4 fermetra eða 2500 plöntur á hektara. Og þegar við erum að planta þá eiginlega mjög mikilvægt að við séum að planta þvert á halla, ekki beina línur upp og niður og reyna að hafa jaðrana til dæmis, planta ekki beint upp að girðingum eða svoleiðis, heldur að hafa jaðrana mjúka. Ákvarða þéttleika. Þéttleikinn hann ákvarðar svolítið mikið eftir bara markvegi, aðstöðund og tegundu hversu þétt gróðursett. Það algengast að til dæmis í nytjaskógrækt að voru verið að planta með 2 metrum milli eða 2500 tré á hektara. En það sem eiginlega gróðursett, það verið að gróðursetja í landgræðsluskógrækt, þá erum við að miða við 1600 tré á hektara. Og svo getur þetta verið svolítið mismunandi, kannski viljum hafa aðeins minna í jöðrunum svo að jarðarnir verða mýkri og falli betur inn í landslagið, þannig að þetta getur bara verið mjög mismunandi eftir markmiðum skógræktarinnar. Já, í upphafi gróðursetningar líka gott að afmarka reiti með hjálp stika. Gróðurskil geta verið afgreindir þannig að maður þarf ekki stikur en þetta getur líka bara verið gott, sérstaklega ef maður hópar eða fleiri að planta einu, að bara fá smá meiri yfirsýn og það kemur líka í veg fyrir það sé verið að gróðursetja, tvígróðursetja á sama svæði. Hérna sjáum við punktana til dæmis hvernig það var hægt að gera þetta. Og svo það líka muna bara í lok hverja gróðursetningar, þá voða gott að skrá niður til dæmis með GPS gróðursetninguna eða í smáforritinu Avenza. Þannig að kíkjum að þetta. Þegar plöntur hafa verið valdar með tilliti til frjósemis lands og tekið tillit til breytileika í landslagi verður skógurinn sjálfkrafa fjölbreyttari og eðlilegri og fellur betur við landslagi. Og þetta svona dæmi þannig mynd, hvernig skipulag og fer saman. Þéttleiki gróðursetninga kannar. Það bara fínt að fá sér band og mæla 5,64 metra á snúru, hæla niður, ganga hringinn, telja plönturnar innan hans og flatamál hringsins 100 fermetrar og ef það eru 20 plöntur inn í hringnum, það eru 2000 plöntur á hektara. Og það bara mjög gott að taka minnstakosti 3 punkta til þess að fá svona einhvert meðaltal og það ætti að gefa okkur þá upp svona ákveð sýn á þéttleikan. Ábyrgðargjöf við gróðursetningu. Það langbest að gefa ábyrgð jafn óðum og þegar maður plantar. Það hægt að setja í hólu svona 10 cm frá plöntunu eða sáldra fyrir ofan plöntunu í halla, skvetta til hliðar á jafnsléttu. Og það sama gildir þurrkaðan lífrænan áburð. Það líka mjög mikilvægt að áburðurinn komist aldrei við snertingu við plöntuna
rætur eða laufblöð eða festist á nálunum því að hann þurrkar hana upp og brennir hana. Og svo þarf maður líka að hafa það í huga sko að meira er ekki betra. Það er sem sagt 10-15 grömm eru bara passlegt fyrir hverja litla skógaplöntu. Ég veit dæmi til þess að einhver ætlar að gera rosalega gott við einhverjar ákveðnar plöntur og hann fyllti hóluna við hliðina á hverri tráplöntu af áburði. Þar voru allar steindauðar haustið. Það var ekki einn einasta lifandi, þannig að var ykkur á því. Já, sjáu þið hvar er best að setja áburðinn. Þar í halla þarf að passa að hafa hann fyrir ofan plönturnar svo að vatnið færi áburðinn að plöntun en ekki frá henni. Áburðargjöf á mismunandi tíma. Tilbúin áburður. Það er alltaf langbest að bera leið og gróðursett en sé gróðursett á vori og fyrir hluta sumars þá gerum við það leið og það er sem sagt alveg gagna áburðargjöfum fram á mitt sumar en síðbúin áburðargjöf getur tafið fyrir haustun og valdið frostskemmdum þannig að við ef það er haustgróðursetningu að ræða þá mælum við með að það sé borið á vorið eftir. Hægt er að bera seinleystan lífefni eins og kjötmjöl á hins vegar hvenær sem er. Og þá er það skráningin. Með aukinni áherslu á loftslagsvána eru auknar kröfur á skráningu, staðsetningu, gróðursetninga. Og einnig getur það komið í veg fyrir tvígróðursetningu á sama svæði. En mörgum vex þetta í augum að skriffinskan við skráningu en nú eru fleiri og fleiri með snjallsíma og þetta er bara frekar auðvelt ef maður á snjallsíma og getur hlaðið ókeypis forriti sem heitir Avensa sem er ókeypis og þá er hægt að fá bara kort frá Skógræktarfélagi Íslands með GPS-nitum og leiðbeiningar og þetta nefnilega auðveldar yfirsýn á svæðinu, nýtingun á svæðinu og skipulagningu og þetta er líka forsenda til þess að setja út úrgangsfleti fyrir árangursmat til þess að sjá hvað erum við að gera rétt og hvað er ekki nógu gott. Og þetta varður ekki líka þekkingu og stafræn skráning er auðveldar líka verkið við að halda líka utan kolefnisbindingu og annað. Takk fyrir.